heyrðu eins og allir sjá á nafninu þá þetta langþráður þáttur sem við erum búin að bíða lengi eftir að taka. Það sem við erum búin að bíða lengi. En við getum ekki tekið Einar. Nei. Er það nokkuð? Nei. Að sjálfsögðu ekki. Ástrásum með okkur í þetta. Þú ert definitely bara Real Housewives of Beverly Hills Queen. Expert. Já. Já, eða sko, ég byrjaði bara að horfa á þetta fyrir svo ótrúlega löngu síðan. Já, þú veist, það er það. Það er bara, já, þannig að svo þegar það kom á Netflix og allir fóru að horfa á þetta, þá var maður svona, já, ok, þetta var sko svona my guilty pleasure, sko. Já. Það vissi enginn ég væri að horfa á þetta, sko. Nei. Þannig að, já, bara... Við erum einmitt svona pínu, ég er svona pínu hypocrite því við byrjum bara eftir þetta að koma á Netflix. Já, trú. Bara þú eiginlega ítti mér inn á þetta, sko. Ég var búin að tala um þetta við þig áður en þetta kom á Netflix. Já. Og svo kom þetta og þá var ég bara, ok, Ástrós, ég er búin að byrja að horfa. Vel þess verði. Vel þess verði. En hérna áður við förum í toppikið, viltu það hella upp á tehandtökursinu? Og svo ætlum við líka að minnast auðvitað á Laugar Spa. En Ástrós, þú þekkið þær vörur mjög vel. Já. Þú ert sérfræðingur því líka. Já, ég er sérfræðingur í öllu. Nei, jú, ég bara er búin að nota það líka alveg í nokkur ár, sko. Bara vörurnar og ég er búin að vera að vinna líka með svona glópakka, það sem ég er alltaf svona, veist, ég vill vera gett shiny, skilji. Þannig að ég er búin að vera að nota serumið og C-vitamínið og radiantmaskan og veit ekki hvað. Úlala. Elskum það. Hver er svona þín kvöldrútína? Eða þetta þrennt, sko. Undanfæri, já. Þetta þrennt er svona my main, akkurat núna, sko. Geggjað. Þannig að, já. En þú ert líka með, við sérst, það eru 2 svona perfume sem að Laugar Spa með, sem er Cashmere og Royal. Já. Við erum báða með Cashmere, en þú? Ég er með Royal, sko. Já. Það eru nefnilega flestir sem að fengu sér Cashmere og ég fekk mér svo, þú veist, ég fekk svona pröfur og var eitthvað að testa þetta þarna og en sko, Royal er svona, hún er svona aðeins þyngri, skilur. Og ég er svolítið þar, sko. Já, hún er aðeins meira krydduð heldur en Cashmere. Algjörlega, þannig að ég fíla að hafa hana svona aðeins þyngri, sko. Svona ógeðslega góð, sko. Hún minnir mig ekki mikið á þig þegar þú leitaði. So fancy. So fancy. Ég síst þetta séu að þú væri eins og Buckingham Palace. Já. Þú líktir örugglega bara eins og Buckingham Palace. Ok, ég tek því. Og síðan erum við aðra stórfréttir. Já. Það er nýr samstæðali. Ísbúð Huppu. Ísbúð friggin Huppu. Fucking love it, sko. Hvað Ástrós að þú ert þetta? Borða ís. Þegar við þurfum að tilkynna þetta. Já, borðar ís. Já. Ég borða ís. Já, sko, bragðar yfir. Ég er svo fyndin. Ég fer í gegnum svona tímabil. Já. Stundum er ég bara eitthvað jarðaber, banani, bláber. Boring. En svo get ég ferð bara eitthvað brjóssykur og þú veist, svona, hvað heitir duftið? Hafrapulver. Já. Og þú veist, bara Snickers eða eitthvað, skilur. Bara eitthvað svona alveg í hinn áttina, sko. Þannig að Blandu hokkjupulverinu í eða bara sem topping? Bæði. Ég hef aldrei pröfað það í, bara sem topping. Það er nefnilega alveg smá key að hafa það í líka, sko. Já. What? Ég hef aldrei pröfað það, sko. Nei, ég erum að testa það. Já. Definitely. Það er mjög gott, sko. En við erum mjög ánægðar að fá Ísbúð Huppu með okkur í þetta podcast af því að þeir líka, þú veist, þeir eru svo bleik og sæt og við elskum ís. Og við elskum ís. Ég elska ís bara mest af öllu svona mönsi, sko. Já, og shake. Mér finnst það líka svo góð stærðir á bræðurum og svona. Krút. Já, svo það perfekt. er fullkomið. Af því, ég get eða ekki, ég fæ svona í magan ef ég er að fá mig eitthvað ómikið, skilji, þannig að það er sko, mér finnst það fullkomið. Það er fullkomið. Já, mælum með Huppu krút, sko. Huppu krút. Elskum það. Herðu, en í málana. Real Housewives of Beverly Hills. Þú sagði, hvað er að vera búin að horfa þetta lengi? Það er svo mörg ár síðan ég byrjaði á þessu. Ég man ekki einu sinni, þú veist, ég bjó úti, skilurðu, og þú veist, ég man líka eftir því þegar, þú veist, kærasti minn á þín tíma, við byggum saman úti, hann kom heim og hann bara, hvað ertu að horfa á? Og ég var alveg bara, ekki neitt. Ég var bara, ekkert, hann bara, hvað er þetta? Og ég bara, ekkert. Þú sást ekkert. Nei, það var svo mikið þannig. Það var svona meira svo sko besta vinkonum mín sem að horfir sko á örugglega allt svona raunveruleika þætti örugglega bara ever, þú veist, við erum að tala um það hún að horfa á sko ástralska bachelor, skilur, bara svona, já. Og hún var alveg bara svona, þú veist, hvað er þetta, skilur, bara hvernig, þú veist, hún var ekki alveg að taka því sátt, sko, hún bara svona, hvað er þetta?
svo náttúrulega bara leið og byrjar sko, þá bara no turning back sko, það no turning back bara, ég kláraði þessar 10 seríur sem eru komnar á bara nokkrum mánuðum sko. Þetta já. Og þetta eru 200 og eitthvað þættir já. Það er magna sko. Það er ekki 10 þættir í nei. Við 200 þættir samtal og þeir eru góðir klukktíma sko. Já þannig að þú veist við erum bara eiga fárlega miklu tími í þetta no shame no shame ég sé ekki eftir neinu sko. ekki neinu ég elska þetta en fyrir þá sem kannski er að hlusta og hafa aldrei tjekkað á Real Housewives sem er eiginlega bara galið en við vorum þar fyrir minna en árið síðan þá vorum við á nóklusum blaðsjöðu þannig að það er ennþá hægt að ná það er ennþá hægt að gera þetta já, eins og hvað eru margar seríur á Netflix? 2 bara, já þannig að ég skil samt ekki fólki sem er actually að horfa á svo 2 Netflix og svo ekki að halda áfram stoppa bara það bara halló sko, season 3 er crazy sko. já. Og líka að því að season 2 endar svo ógeðslega svona maður bara svona þú veist bara I need more þannig ég skil ekki að þú veist, ég myndi geta hætt þarna maður finnur sér bara leiðir, það er náttúrulega svo erfitt að horfa á þetta á Íslandi en maður finnur sér leiðir það var eitthvað sem segði okkur að þetta finna alla Hulu fyrir þá sem eru með eitthvað svona IP-tölu eitthvað geta falið sér bakvið VPN að séu bandaríkunum þá er þetta að finna þetta á Hulu það er þetta að kaupa þetta á Amazon ég keypti þetta á Apple já, við keyptum þetta á iTunes minna ég suma þætti en svo eru streaming síður eins og eitthvað series og eitthvað við setjum þetta í highlight á Instagram ef þið viljið tjekka á þessu einhverja síðum þar en annars bara Google is your friend maður googla bara eitthvað what's free online with housewives það kemur alltaf eitthvað þú finnur alltaf eitthvað visslega mikið af svona einhverjum pop-up einhverjum ads linkum sem koma en bara hey eins og þeim bara horfa á Love Island maður já, þetta er svolítið þannig maður er bara svona já, bara vírus og snýr maður tekur því en já, við viljum bara taka fyrir Beverly Hills en hefur þú hort á eitthvað annað? Sko, ég reyndi einhvern tímann að byrja á Orange County en það var eitthvað, ég var ekki alveg það var ekki alveg tengja sko. Nei. Þannig ég bara ég datt inn í þetta þegar þær komu sko. Þá var ég bara, þetta er the real deal sko. Ég reyndi að pröfa New York Birgitta og Hildur eru alveg dotnar inn í það en ég skil það ekki þetta er svo að horfa á túbusjónvarp sko. Ég er ekki að djóka þess að rammin er bara pingu lítið Er það líka á Netflix? Já, fyrstu 2 eða eitthvað en ég ætla að komast í gegnum það því þær eru að segja þetta sér geggjað sko. Ég treysti Já En ég er bara Beverly Hills, það er bara best Ég hef aðeins heyrt af þess að ég múið að segja þau frá það er nýtt, þú veist, Real Housewives og Salt Lake City og það er víst alveg nýtt sko og það er ógeðslega margir að hæpa það núna að því að Salt Lake City er víst eitthvað svona rosalega kristinlegt, ég veit ekki hvort þetta fylki eða borga eða bæra, whatever, þú veist, eitthvað svæði og þess vegna er dramað mjög áhugavert og aðeins öðruvísi heldur en hitt og það er til dæmis ein þar sem ég er búin að segja frá Já, þú erst búin að segja frá það er svona verði að tjekka þessu bara fyrir þessa eina sögu það er ein konana, hún er gift bara eldri manni, hann er mikið eldri en hún en hann var giftur ömmunar já, þannig að þetta var sko stjúpa af hennar og þeir eru gift í dag Svo og er hún í þessari seríu þá? Já, hún er í þessu Salt Lake City seríu verð að tjekka því Já, ángríns bara fyrir þetta sko þetta er interesting sko Já, þetta er alveg Er það komið það? Já Þetta er vist bara eitthvað, þetta byrjaði hvað er langt sem ég sagði frá þessu 3 mánuðir kannski þá var þetta að byrja, er þetta ekki fyrsta serían? Jú, þetta er bara glænýtt bara, þú veist og þarfst ekki að horfa á túbu útgáfuna af öllu Nei. Það er bara svo prandi þetta er gamalt sko, það var bara svona Já, það er erfitt sko En það er svona svo fyndið að bara sjá svona símana og allt tískuna, þú veist hvernig er máluðu sig hvað er að tala hvað er að gerast á þeim tíma samt er þetta bara eitthvað 2008 eða eitthvað eða bara 2008, það er mikið sem gerist á þessum 10 árum sko. Þetta er bara rosalegt sko. Við tókum saman smá spurningalista fyrir þig og það var svona hlutum sem við erum forvitnar hver er þín allra uppáhalds housewife? Beverly Hills sko fyndið, við höfum einmitt rætt þetta áður og ég er smá lýsarinna sjálf en ef ég ætti að velja þú veist eina sem er uppáhald sem að ég bara svona fyrst, hún klikkar aldrei og það er eiginlega Erika Mér finnst Erika geggjuð sko. Mér finnst hún geggjuð Þetta komur óvart Já, hún bara eitthvað neginn hún klikkar aldrei, þú veist
og hún getur verið svo ógeðslega chilled og svona, svo allt í hennu bara getur hún snappað, Já. Það er svona alveg mikið til þess að hún missi kúlið, það þarf ógeðslega mikið til að mér finnst hún bara gett nett, skilur af því að þú veist, rinna stundum fer stundum aðeins svo langt, skilur og maður svona, að því ég held svo mikið með henni, sko ég held að bara eitthvað, stop Leonard, please að, þú veist, eins og í nýjustu seríunni, ef hún hefði sagt you gotta own it, einu svona ég var bara, nei en já, þannig að ég ætla að segja Erika, sko ok, mér finnst það mjög interesting líka sérstaklega við því sem er í gangi núna með Eriku en við förum í það eftir við getum ekki dæmt hana strax, það erum ekki búin að sjá nýju seríu nei, ég segi, you never know við veitum ekki alveg nei, svolítið ekki en það er svona áhugavert hvernig hún er að tækla allavega þetta er svolítið ólíkt henni, finnst mér þú veist að vera að byrta eitthvað skilabóð á Instagram eitthvað, hún bara misti kúlið en hún missir yfirleitt ekki kúlið en þegar það er eitthvað svona stórt þá bara, we are all human sko. tekur á en samt skilur, kannski eins og það er eitthvað svona kenningar að það hafi verið viljandi gert hvað? að hún byrti þessi skilabóð þetta var viljandi gert en ég er að tala skilur svo við höldum eitthvað annað en í raunverulega er í gangi já, svo þessi að getur halda frá að fela peninga já það er gæðvegt ég veit það er ógæðslega gott skjóta hérna inni það er ekki tepóið fyrir neitt en svona, þín allra uppáhalds oh my god sko, ef við tökum út seríu 10-9 hvernig gerist Lisa Vanderpump dramað? Það gerist í 9. Já, er ekki bara komin einn seríu án hennar nei, það eru bara komin 9 seríur út það er komin 10 eða það? Já samkvæmt IMDb er bara komin 9 það er komin 10? Denise var í 10. og 9. já, og svo beila hún eftir 10. skilur já, hún beilaði núna í senst seríu they are 10 ok ég sver það sko, er það ekki séð á Google? Jú, en það kemur 10 já IMDb er ekki búin að uppdata síðan í fyrra já, ok síðan allt þetta drama með Kyle og Lísu þá var Lísa alltaf uppvaldið mitt já þú mátt alveg segja hana út, hún sé ekki nei, ég veit að bara eftir hvernig hún tækla allt það þá er ég svona og líka bara sögurnar hana núna maður er svona shit en er maður ekki bara, þú veist þegar maður segir uppáhalds er þetta ekki meira bara svona karakterinn? Jú er það ekki? Jú er það ekki bara? Jú, það eru búin að klikka svo mikið allar með eitthvað skemmt alltaf, maður er alltaf eitthvað svona nei já, svo fyrir maður að fyrirgefa þeim ok, eitthvað það er erfitt að velja uppáhalds það er smá erfitt en ég elskar líka Dorit, mér er svona geggið í nýjustu seríunum þá fór hún að vera aðeins hún svona grew on me það tók tíma en mér er líka bara, þú veist, eftir að Dorit kemur sem er alltaf vinkona Lísu og bara hvernig Lísa var við hana þá var ég bara svona, ok, nei, ég get ekki Lísu lengur sko, í tím Dorit já, ég skrifaði Kyle já, ég elska Kyle sem uppáhalds að því hún bara hún er líka bara orðin þannig, skilju hún er, virðist ekki vera hún sé að fara neitt nei. Og hún hefur vissulega tekið, hún er ekki saklaus þú veist, hún hefur verið tekið þátt í mörgum ljótum drömmum en samt svona, já veist hún skemmtileg típa kannski ekki skemmtilega sýstu sína nei, en já, ég fíla Kyle mjög mikið líka sko. ég var alveg að segja Kyle ok, þá er það næsta Ástrós, hvað housewife varstu ánað að sjá fara? Bad Felicia það er svo margar I will like choose þú veist það voru samt svona sumar sem maður vissi bara í einhverju seríum komu og fóru Joyce og Charlton serían, maður var svona hvað var í gangi þar? Já, ég veit ekki alveg hvað það var sko. Mér finnst Joyce munskári en Charlton Gellan, ég var bara út með hana, hvað var að gera hérna? En mér fannst samt geðveikt gaman að sjá inn í, þú veist, heimil hennar og sjá hvernig hún lifði og hvernig hún hugsar, skilur, ég var bara, wow, ok. Það er svo mikið bara enga sans með hópnum. Nei. Já. Það var bara... Það var svo skrítið. Já. Og svo var hún alltaf svo pirruð út í Kyle, skilur, þú veist, Kyle. Hataði Kyle, já. Þú veist, það mátti allir segja bara eitthvað svaka orð eða mókana á einhvern hátt. Svo Kyle sagði eitthvað, þá var hún bara... Það var sem ég þátti ekki. Og þá bara þú ert að
eitthvað hálsmenni, það ekki? Já, eitthvað. Ég þoldi það ekki, ég bara svona, af hverju svona ráðast á Kyle svona mikið? Þetta var mjög skrítið, sko. Gleymist, sko. Já, en ég ætla samt að fá að segja, sem er kannski ekkert eitthvað vinsælt, en ég ætla að fá að segja Teddy, sko. Já, hún að fara. Hún búið reygin, hún ekki með í 11. serju. Ég tengi ekki, mér finnst hún bara svona smá, waste of space. Já, ég vil segja. Sérstaklega í 10. serju, ég var bara, jæja. Hún er bara þarna. Og það gæti verið einhver önnur sem við værum að fá okkar meira svona frá. En hún gefur ekkert af sér einhvern veginn. Nei. Þótt að væri einhverju svo Carlton, sko, þá myndi ég frekar taka það. Já, það væri eitthvað svona skemmtilegt. Já, einmitt. Það kom svona smá spice með því. Já. En Teddy, já. Hún er bara svona ógeðslega mikið nice girl, skiluru. Og svona, hún bara svona playing safe. Já. Hún bara ógeðslega mikið playing safe. Já. Svona einhvern veginn, hún og Kyle með samband þeirra bara gett. Já, það pirrandi. Já, bara svona pirrandi. Já, það var bara svona pirrandi. En það er svona, já, hún má bara fara, sko. Já. Hún er ekki ánægð að vera að fara. Nei, hún er ekki ánægð, sko. Ég sá eitthvað vídeo sem hún setti inn og þá var hún vist eitthvað bara eitthvað, it's okay, auðvitað er ég samt eitthvað fúl, en svo held ég hún hafi verið alveg frekar pissed. Já, hún var alveg pissed, sko. Þú veist, auðvitað setur hún inn bara svona, já, þú veist, leiðilegt, en svona er þetta, bara eitthvað svona. Og svo eru, þú veist, aðrir sem eru löngu hættir, sem eru búin að vera að kommenta á þetta eins og Lisa Vanderpump og eitthvað svona, bara, já, þú veist, hvað bjustu við? En já, hún vist ekki sátt með að fara, Nei, þetta er alveg leiðilegt, skilju, hún sé að fara, en að því að hún á það ekki skilið, en það vantar bara manneski sem er meira að gerast í kringum. Þá er bara spurning, hver er að fara að koma inn í staðinn? Góð spurning. Er það ekki Kathy? Eða? Kathy er staðfast. Já, Kathy er að koma aftur. Er búið að staðfasta? Já, aftur. Mér finnst það svo weird. Og með hvað hún lét Kyle bara heyra það fyrir að vera bara ömulega að vera í þessum þáttum og láta draga sér til sín inn í þetta Kim og eitthvað. Svo er hún bara, ég er að mæta að vera með. Bara what the hell, er hún bara að býta þessu allan tíman eða hvað er málið? Vantaði þið bara innvætið. Ég get ekki, en ég er samt spennt. Já, spennt að sjá hvernig hún er líka og ég held hún sé ég held það verið drama, sko. Já, ég líka held, sko, að Kyle svona pínu tiptói kringum hana sem þetta er elsta systir hennar, hún hefur alltaf litið mjög upp til Kathy og hefur alltaf talað mjög svona, þú veist, passa sig að segja ekki XXX Kathy, en þú veist, leifir sér að segja mjög mikið Kim. Þannig að það verið spennandi hvort maður sjáu breytingu á Kyle í kringum hana. Hvort hún verði eitthvað meira svona reynir sophisticated eða ég veit það ekki eins og hot ég samt, sko. Ég held það, sko. Hún er alltaf bara í splittum og ógísla full í allir partíunum og ég held að hún mun ekki hafa sér svona í kring systina, sko. Nei, og Kathy náttúrulega hefur svo ógísla mikið eitthvað til þess að vernda því hún er heilt Hilton Empire, svona dótturinn af Paris Hilton, skilur, og þú veist alla sögurnar sem fylgja því, ég hana sem dóttur. Þannig að líka spurning hvernig hún ætlar að tækla þetta, ætlar hún að vera gett opin eða gett tilbaka. Ég held að Lísa reynarlega ekki komast upp með neitt annað en að vera opin. Lísa var að taka hana. En það er spurning hvort þessi serja muni eitthvað snúast hana eftir málið með Eriku. Er komið hvernig hún kemur? Hún átti vist að koma nú, þær eru að taka upp. Já. Hún átti að koma í janúar. Já. Þannig að ég held að styttist bara. Oh my God. Það er bara stutt í þetta, sko. Hlýtur að vera. Það var þarna einhver smá pása og tökum að þær fengu COVID. Já. Fengu COVID, alveg 3-4 að þeim. Og veitum við hverjar? Kyle, Dorit og ég man ekki hvort það hafi verið, það var ekki Erika. Nei, það var eitthvað einaðið með viðbót. Já. Ætlaði það verið Kathy? Jú, var það kannski ekki bara Kathy? Ég held það. Gæti verið, sko. Þannig að það verið áhugavert að sjá hvort að, en ég held að næsta serja, það er annarkvort munum við tala ógeðslega mikið Erika-málið eða ekki neitt. Ég held í alveg að Erika myndi bara aldrei tala það, sko. Nei, ég held ekki. Nei. Ég held að sé bara að fara að vera shut the fuck up og fara að lýsa þess að vinna að taka á Lísa rinna að fara að vera bara own it. Own it. Eða það sé bara búið að tala við Lísu bara, herðu, shut the fuck up, sko. Borgin eitthvað í vasans. Það er mikið af peningum hana á bakvið, skilju, og það er en ef hún er að posta svona Instagram, akkur hættu hún ekki að tala um því þessum? Já. Skiljaði mig. Ég er bara svo spennt að sjá þetta, sko. Já, ég líka. Hvernig þetta verður? Kannski verðum bara með eitthvað statement. En mér langar líka bara að vita með Lísu og Scott Disick og eitthvað, sko. Já. Ég vona að það taki það eitthvað, sko. Það hljóta það, hún hlýtur að taka það. Rinna lætur allt flakka. Já. Það er bara 100%. Hún er bara, oh my son-in-law. Það er svo mikið. Það er svo mikið.
ég er sko spennt hvort hún eittir að þannig að vera bara eitthvað, this dude. Já, bara eitthvað fertugur með 18 ára dótturmenni. Já, hún með yngri stelpunina, sko. Já, en ég held að henni sé slett, sko. Það? Já, og hún er svo opin með bara allt einhvern veginn. Þú veist, svo dansa á nærfötunum og eitthvað, þú veist, á Instagram og hún er oft sagt bara svona, já, þú veist, ég veit ekki, hún er eitthvað bara svona geðvitt opin með allt, þannig ég held að væri lítið sem að myndi eitthvað fara í tökunar, ég veit það ekki. En svo náttúrulega spurning, hún náttúrulega Lísarinn er mjög góð vinkona Kristjanar. Já. Og það var náttúrulega áður með fyrst að Kathy væri að fara að koma í kastið, að þá voru orðrumar að Kristjanar yrði svo næsta. Já, oh my god, það hefur geðið. Það hefur verið sick. Já. En þarna er Rinna á dóttur sem er núna með fyrrandi tengdasinni Kristjanar. Þú veist, ætlum við fáum að sjá samtal þeirra á milli. Örglega. Hún á eftir að name-droppa hana, sko, verið svona, yeah, I called Chris and asked her about him. Hún líður að vita nóg hann samt, sko. Ef þetta er vinkonir. Pottet. Hún á samt þess að name-droppa því. Já. Þetta er Rinna, sko. Við erum að spá svo mikið um það serið, við erum svo alltaf spenntar. Tala um eitthvað sem er ekki búið að gera. En svona, hvað housewife, varst þú ánægði að sjá að fara? Camille. Aha. Til að byrja með, já. Ok. En svo þegar hún kom aftur á hana, ég var bara svona, ok, alltaf, ég til að hún var næs, svo bara var hún fucking sama gellan aftur. Já. Ég þóla hann ekki, sko. Nei. Já, ég myndi það ekki. Mér er svo mikið svona, bara, já. Hún svona klína sér upp og allavega að reyna, ég veit ekki, þóla hann ekki. Hún er svona, hún er erfið, sko. Já, ég reyndar fyrirgaf henni í smá, sko. Já, hún er alveg grúan, og svo bara svona eitthvað, já. Svo allt með þetta Lísu. Mér finnst bara svona orðið þreytt, skilur. Já. Svona farðu bara. Já. Skilleg. En þú? Ég skrifaði Carlton og svo Brandy. Það? Já. Ok. Ég var alveg fegin að sjá Brandy fara líka. Eftir Amsterdam, eftir þá serju, að þá var ég bara eitthvað svona, hún var bara slá hana, hún var alltaf full og þetta var alveg bara, þú veist, maður orðið bara svona, ertu að self-sabotasa sjálfa þig. Og þá var maður pínu, ekki bara, þú veist, auðvitað, hún er geggjaði castmember að því hún var alltaf með drama. Gaman fyrir okkur, en á svona saman tíma þá var maður bara eitthvað. Það var mikið. Það komið gott, skilu, já, það komið gott, já. Orðið sorglegt að sjá hann og fara svona með sig, og maður bara, heyrðu, hvað, þú veist, var mikið bara, sorry, ég ætla að segja þetta, bara runga sér í þessum skilnaði. Já. Maður bara slakað á, ok, hann hélt framjá, við náðum því, það er hræðilegt. Já. En höldum áfram. Hún líka bara drama milli hennar og Lísu. Það var svo vont að horfa á þetta. Þetta var það. Henni langaði svo mikið að fá fyrirgefningu frá henni. Já. Þetta var svona ekki... come on, ekki, þú veist, hún er actually bara að leggja sniður og bara baki og rúla sér yfir, bara fyrir Lísu. Þetta var hræðilega að horfa á þetta. Ekki sjálfstæði, bara engin svona, hvað segir maður, sjálfsöryggi, eða þú veist, ekki neitt bara. Þess að var þetta eiginlega bara svolítið svona, ok. Já. En ég sagði líka Carlton. Mér svo geggjað hún kom aftur, sko. Já. Ég átti bara svo erfitt með að horfa, hún leit svo illa út. Ég var bara... Kom hann það líka, fyrsta skipti sem hún kemur hann aftur í season 10, þannig að síðustu serju. Svo hún bara, nei, hún kemur fyrst aftur í season 9. Já, og svo 10. Já. Og hún er bara blind full og maður er bara svona, heyrðu, ég veit ekki. Já, það var mjög skrítið. Og svo líka bara, þú veist, hún er með eitthvað svona hárlengingar sem er bara, þú veist, stoppa, skilur og þú veist, alveg bara svolítið botst í andlutinu, skilji, þú veist, og maður var alveg bara svona greið, hvað gerðist þarna, eða hún var náttúrulega ekkert ómyndaleg, skilur þú veist, þannig að maður var alveg svona ég veit ekki, maður var svona pínu sorglegt að sjá hana, sko. Já, ég sammála 100%, en þá er það hvað housewife verður mest til að fá aftur? Lísa Vanderpump. Já, jú, þetta er ekkert flókið, þetta er ekki spurning, Nei, þetta er ekkert flókið, sko. Þó að hún var skrítin hana í lokin, þá saknaði hana, sko. Já. Ógæslega skrítið að horfa ekki með henni. Þetta var bara eitthvað drama, skilur. Já, og svona, fucking get over it, sko. Já, Lísa, get over it, ef þú hlusta. Lísa. Þú ert ekki hlusta, en if you are. En, já, alveg, I miss her. Ég sakna líka bara þegar Kyle og hún voru bestu vinkonur. Já. Það var svo gaman. Þær voru alltaf eitthvað, þú veist, fokast og það var svo skemmtilega. Já. Það var mjög gaman að fylgjast með þeim, sko. Ég skrifaði mitt líka LVP, en ég skrifaði líka Jólanda. Sko bara af því að ég væri, af því að þegar hún var, þá var Bella og Gigi ekki eins frægar eins og þær eru í dag. Já. Ef hún væri kannski núna, þá kannski fengi ég að sjá aðeins meira svona af þeim. Mér fannst það með svo gaman þegar ég var að horfa á þetta fyrir alveg þó nokkrum árum
að þegar þær síðan urðu frægar og módel, þá var ég bara eitthvað, já, þetta er stelpunnar og, þú veist, ég var alltaf eitthvað, já, þær eru Real Housewives og það var allir bara eitthvað, ha? Og ég var bara, að því, þú veist, þær líta svo allt, það var bara allt öðruvísi einhvern veginn, skilur, Gigi var bara eitthvað módel og Bella að fara í, þú veist, hvað, college, skilur. Já, og svona keyrði full og eitthvað. Já, einmitt. Bara eitthvað ótrúlega skrítið, sko. Já, þannig ég skrifaði Jólanda ekkert fyrir hana per se sem kannski castmember. En ég væri til að sjá hans kannski inn í lífið hana sem amma. Mér var Jólanda mjög skemmtileg fyrst, sko. Algjörlega. Svona, alveg gaman að hafa hana. Já, sammála því. Mér varst hún geggjuð fyrst, sko. Bara ógeðslega flott og... Já. En hérna, svo var þetta smá svona... Skrítið bara. Þetta þungt. Já, þetta var það, sko. En mér fannst líka bara svona... Ég var aldrei sem mannesku elska neitt eins og hún elskaði David Foster. Nei, vá. Og smá var bara eitthvað svona... Mér fannst ekki krútlega. Já, en á samtíma var ég bara eitthvað svona... Oh my god. Það var alltaf bara eitthvað the love of my life, my love, my love. Hún kallaði hann aldrei David. Nei, það var my love. Ég var bara svona, ég er hægt að elska svona ógeðslega mikið. En svo núna er hann með 9 mann í dag. Hún er eins. Og captionin er alltaf, þú veist, Instagram er alltaf svona. Er hún með 9? Ég veist ekki eins og hún væri með 9. Ég er nefnilega unfollowaði Jólandu. Mér fannst það ekki gaman. Það var eitthvað hann sem buggaði mig, sko. Og ég er ekki ennþá ítt á follow-takkan aftur, sko. En ég meina, you never know. Hún gæti unnið tilbaka. Kannski byrja með eitthvað geggja ömmu-content. Já. En hún var hann amma. En hún er vist með eitthvað businessmann í dag sem heitir Joey Giannaioli. All right. En Foster er líka komið með nýja konu. Já, Foster. hún er eitthvað, bara hvað, 30 eitthvað? Einmitt, hún er bara ung, sko. Já. Og kapsjónu hans er líka bara eitthvað svona the love of my life og maður er eitthvað svona, heyrðu þið? Skrítið. Þetta er alltaf svo íkt. Já, þetta er svo íkt. Þetta er eitthvað svona, oh my god. En já, þannig ég skrifaði LVP og Jólanda. Já. Hvað segir þú? Þú bara segir LVP? Já, allavega eins, sko. Já. Ég held það, sko. Herru, þá er það uppból starterslínaðinn. Sérst, úr intrónu þeirra. Fyrir það sem ekki vita, ef ekki hortið eitthvað, þá er alltaf intro og þeir eru alltaf með eitthvað svona eina línu sem basically á að tengja saman þeirra karakter og líka pínu hvað gerist í seríunni. Já. Í samla. Þannig að þær allar eru með mismunandi línur á hverju ári og í hverju seasoni. Þannig að spurning átt eitthvað svona uppáhalds. Sko, ég veit það ekki. Mér fannst alltaf ógeðslega fyndið að í fyrstu svona 3 seríunum sem að Lísa Rinna var, þá var hún alltaf að tala varirnar á sér í intrónu. Og bara eitthvað, lips are made for talking and that's what they're gonna do og alltaf eitthvað svona svoleiðis. Mér fannst eitt gott sem að var nú þegar að muni þetta, hvað sagði hún eitthvað? You may have heard a lot about me, but it ain't true if it's not coming from my lips. Já, það var mjög gott. Og þá var ég svona, ok. Það var geggjað. Já, og mér fekk svona, ok, þetta er nice. Ég fíla þetta. Það var mjög gott. En svo er LVP örugglega með bestu línunar, held ég, sko. Já, hún er það. Hún er það, sko. Hún má eiga það. Ég held að segja að hún sé bresk. Já. Þau eru svo góðan húmor. Já. Bretar eru fáránlega að fyndi fólk. Mjög mikinn bandir, sko. Já. Þannig ég held að það er mjög auðvelt fyrir hana að koma með hugmyndir af línum. En það er svo fyndið líka að því hún er í Bandaríkjunum, skilur, og með þennan húmor sinn, breska, bara því líka bandir. Og oft svona, þegar hún er að, þú veist, djóka eitthvað í þeim og maður bara fyrir að skellihlæja, en þær verða svo mókar. Já, þær eru bara, að því, þú veist, kann er smá svona touchy-feely, sko. Það er engin kaldhæðni í kannum, sko. Nei, það er ekki til orðið kaldhæðni, sko. Óngríns, það er farlegt. Því við tengjum við Lísu út af þetta, maður veit hún er að djóka. Þær eru bara grínast, bara ráðast á mig hana. Ég var að hlusta viðtal við hann daginn, hún sagði, þú veist, eitt af mistökunum sem hún sagði, þú veist, varðandi húmor sinn, var hún sagði hvað held ég að verið seríu 1 eða eitthvað þar sem hún segir eitthvað svona, já, ég sef ekki hjá Ken nema einu svona ára það þegar ammali hans, ég fæ frí á ammalinu mínu. Eitthvað svona, þú veist, það eitthvað svona og þetta varð bara headline út allt, hún er að grín. Hún er að djóka, já. Hún er að vera fyndin, en það var bara eitthvað, oh my god, she doesn't sleep with her husband og eitthvað svona, þú veist, og hún var bara eitthvað, hey. Hún er alltaf að djóka með þetta að þau sofa ekki saman og eitthvað, það trúir ekkert að þetta sé rétt. Nei. Hún er bara ekkert að pæli. Nei, hún er bara saman svo ofti sofa saman, bara þú veist. En það er bara ekki að fyndi því hún er að djóka með þetta. Já.
mér finnst hún nefnilega og kenna alltaf bara hana já, maður tengir líka alltaf við þetta mér finnst oft líka þegar að ég, maður tengir svo mikið við hana húmor, ég er með mjög svipaðan húmor og ég djóka með alls konar svona, oft svona hluti sem ég segi líka búin sjálfa mig einmitt, eins og eitthvað svona svo maður stundum svona þegar maður er að kynnast nýja fólki maður er bara eitthvað, ó guð, held að þið sé að meina þetta skilur og það er erfitt að útskýra sig bara, ég var að djóka bara eitthvað svona þú veist samt að þetta er lúmst grín svo óþægilegt þú veist að fara að útskýra líka eitthvað ég var eitthvað þetta er mjög gaman að þessu já, og þú upp bara startesslinu er það ekki bara classic life isn't all diamonds and rosé but it should be jú, ég elska það hún er góð er þetta ekki alveg pía? Jú, þetta er fyrsta serið eða eitthvað jú, ég held það það hefur líka verið svona einn frægasta þetta er serið 3 já what? Hvað er fyrsta línan hennar? Vá, ég þarf að skoða þetta en ég skrifa líka season 6 LVP að það er hérna að því að mér fannst það bara svo ég man bara, ég kveikti á seríu 6 fyrsta þætti og þetta er introið þá var ég bara okay, it's about to go down þegar hún segir I'm passionate about dogs, just not crazy about bitches já, geggja og þá var maður bara svona fuck, it's about to go down hún er basically að kalla þær bara allar tussur ok, spennandi en ein astnalegasta það hlýtur að vera sem Joyce var með hvað segir hún aftur? hún segir you can never be too young, too thin or too honest hversu fáránleg lína? ég ætla ekki einu svona að nei bara alvöru, að það hefur verið leift já, og líka þú veist að því að einmitt hvernig þetta líka svo þetta er bara eftirvinnsla, hvernig þetta er klift saman er akkurat þegar hún segir too thin, þá er hann að fara úr og er í ykkur bikini og er augljóslega bara ótrúlega grönn sjálf og þetta er svona þú veist hvað, er þetta skilabóðin eða þú veist, svo marga seríur í eða þú veist, svo oft verið tekið fyrir ádræskunar þannig í þessum þáttum þar sem við erum að tala alvarleika það passaði bara ekki neitt og svo líka í reunionu þá segir Andy við hana bara hvað spæla með þessa línu og hún bara, ég valdi þetta ekkert hún vildi fá eitthvað svona beauty and brains dæmi því hún er svona fegurðarsamkynna kona en þeir tóku þessa línu líka upp og notuðu svo hún hana frekar svo fárlegt það er við senda inn nokkrar eða komið til nokkrum og svo stjórna þeir hvað verður valið. Það er nefnilega máli, maður má ekki dæma þér stundum og mikið sko að því að það er einhver á bakvið þetta 100%, en hún sagði þetta þetta er ekki búið til í tölvu að hún hafi sagt þetta. Ég held samt að hún hafi ekki skrifað þessa línu sko. Mér finnst þetta bara alls ekki hennar karakter sko. Mér finnst þetta mjög heilstift mjög næst alltaf nefnilega en þess vegna fannst manni skrítið að því hún er svo heilstift og hún stendur alltaf ströng á sínu. Ég heldur hann hafi bara ekki fengið val sko. En þarna hefði maður átt að vera bara svona, ég er ekki að fara að segja þetta, skilur. En þú vilt komast í þættina, skilur, þú gerir bara það sem þeir segja. Já. Henni langaði að vera partur af þessi. En ég get alveg... Kannski var hann bara geðið lítil í sér allan tíman eftir að ég völdi þessu línu og hún var bara, fuck, þetta er þetta lítið svo út fyrir mig, skilur. Pottþétt. Og svo kemur hann alveg í endan og útskýrir það, skilur. Sérstaklega einhver fegurðardrottning sem kemur úr svona heimi líka, bara allir að halda að ég sé svona, skilur. Þetta er bara svona stereotypu dæmi á hana sem fannst hún ekki eiga skilið. En ég veit ekki, svo kannski gæti hún að skrifa þetta sjálf. Ég held að sé alveg rétt hjá að þú veist að það hefur skrifað fyrir hann en ég veit líka alveg þú veist þessum með kartin hjá Lísu Vendum, hún hefði ekkert sagt eitthvað að þau skrifað fyrir hann sko, hún hefur verið bara ekki séns. Hún er líka, þú veist, hún réði öllu hana sko. Já. Hún réði öllu. Hún réði öllu ángríns, bara fullt af drama sem gerðist. Hún var bara basically að skrifa sko. 100% og við komst ekki að því fyrir hana hundadæmið, skiljið. En það er fullt af öðru sem að gerist áður sem að hún er bara búin að stjórna, skilja. 100%. Það er oft tala um það að hún sé bara, þú veist, að tala við bara prodúserana, skilur, og bara segja, já, farið þangað og gera þetta, skilur. Já, svona og þetta og hitt og, já. Ok, þá er næsta spurning. Svakalasta drama sem við erum tekið fyrir í þáttunum að þínu mati? Sko, þetta er alveg erfitt. Þetta er erfitt, sko. Svo mikið þetta er svakalegasta. Ég veit ekki alveg svona, þú veist, hvað það þýðir. Er það alvarlegasta eða... Mér fannst samt, sko, kannski er það því ég bara nýbúin að horfa á sér í 10 eða eitthvað. En mér fannst þetta nýstæmi bara rosalegt, sko. Mér fannst það rosalegt. Og líka, þú veist, að því hún var alltaf bara eitthvað bravo og, þú veist, að reyna svo mikið að komast hjá því að þetta yrði sýnt, skilur, og það hafi verið sagt frá þessu. Já. Og það var líka svo mikið svona tension
að þessu, eða skilji, þú veist, Já. serían snýrst ekki beint þetta, það kom, þú veist, undir lokin, kannski helmingin eða eitthvað svoleiðis, á meðan hundadramað var bara, fannst mér bara öll serían. þá var Já, maður bara true. come on. Maður bara, hörðu, ok, þú veist, getum við bara stoppað. En, þú veist, svo náttúrulega líka bara eitthvað Kim og Kyle og... Já. Ég veit það ekki, en hérna, það er alltaf hægt að velja. Já, það er ógeðslega að velja. Það er svo Ég mikið. skrifa alveg niður 5, ég var alveg. Já, ok, já. En svona, erst þú með eitthvað sem að þetta því hug? Svakalegasta, mér finnst það bara, já, þessum eins og hún segir með Denise og náttúrulega Lísu að hún fari eftir það, mér finnst það mest brútal, sko, Já. að ég ná ekki að vinna úr þessu. Eftir Puppygate. Já, og svo náttúrulega líka Erika og nærbuksunar og Dorit. Pentygate, Já. Not. Það var hræðilegt, Já. Það var sko. skelfilegt. Já. Erum við samt ekki að tala um þetta var skelfilegt að Dorita hafa Jú, Ég bara, gefið, jú. ok, já, Jú, ég jú. var bara, ok, af því ég var svo veistu, Mér það fannst getur bara þetta stoppað þarna bara, svo ok, við fyndi. dónalegt. Já. Ég Þetta var bara, ógislega, þetta var lett. vá. Þetta var það, en var það ekki einmitt Lisa Vanderpump sem að, hún var ekki farið þannig, Nei, Kyle fór með henni inn í búðina að ná í þetta. Já, Kyle fór með henni. En Kyle sann segir bara eitthvað, ertu ekki að gera þetta eitthvað og svo samt er það bara hlæjandi, skilur, ég Já. fattar ekki alveg hversu alvarlegt þetta er. Þetta var hræðilegt. Já, líka bara, þú veist, hversu óörug þarfst að vera, skilur, þú veist, stopp. Einmitt. Ég- Líka, hvað er PK að horfa á fucking pjöluna? Ég bara, leave it alone. Erika sagði það líka bara, þú veist, Já. kannski á hann bara ekkert að vera að horfa þarna niður, Einmitt. skilur, bara ég var að Út af byrja þar, þar. já. Það var engin annar sem sá þetta, sko. Nei. Það, þú veist, það segir okkur nóg um PK, sko. Það er ekkert Erika. Hún má sleppa yfir í nærbuxum, sko. Já, ég skrifaði mitt Sá Brendi og Denise Richards saman. Pentygate. Já, oh my god, það. Já, Já, það er fyrst þarna síðasta. einmitt. Og svo Jólanda og Lyme-sjúkdómurinn. Já. Mér fannst það svolítið svona Það var svolítið svakalegt. harsh. Já, Það eru bara ásakana fyrir að vera ekki veik og eitthvað. Mér Og vera finnst með það brútal. Já, með Munchhausen. Munchhausen. Já. Einmitt. Það voru sérst þarna að ásaka það að Jólanda væri hún ekki með Lyme-sjúkdómurinn sem hún segist það, sem hún er með. Já. En þær voru þarna að segja að hún væri bara segist hafa verið með það. Og það er Munchhausen eitthvað syndrom að Já. þú sért að ljúga á sért veikur. Það sérst að, já, ljúga sérst með eitthvað veiki. Það er líka svona, þú veist, að foreldrar séu með, hvað er það, Munchhausen by proxy. Það er svona, Já. þú veist, þú gerir badnitt, Já. Að eitthvað svona sjúkling, Já. skilur. Þetta er alveg fótt upp Já. dæmi. Já, Þannig að mér fannst það ásaka einhvern svona- þetta, mér finnst það frekar Já, sérstaklega líka bara í ertu veikur. sjónvarpi, sko. Já, Já, þú veist, hefði maður ekki bara kötta allt þetta leið út, eða, þú veist. Nákvæmlega. Jú. Já. kannski þetta skrítið hún fór. Já, hún Nei. köttaði líka. Já, þú veist, hún var ekki með neinum í seríunni, sko. Nei, Það var nei. alltaf bara hún ein, Einmitt. sko. Já. Mætti þarna eitthvað svona stundum og þá voru þeir bara kapiti, lítur hún ekki eins og vel út fyrir að vera, eða þú veist, Nei, maður- eða já. lítur hún ekki of illa út, eða þú veist, Já. þetta var alltaf eitthvað Hver að var það sem setja út sagði á, við hann? Var það Ken sem sagði að hún líti illa út og eitthvað? Nei, stopp. það var ekki rinna líka. Þannig að það var einhver maður. Jú, það var Ken, það var Já. Ken. Það var Ken. Það ekki? Jú. Bara, og þú veist, Sem hún var- mætti hann af því að hún mætti bara eitthvað svona aðeins bara ekki eins fín og Og hún var allar ekki hinar. máluð Já. og eitthvað og hann Já. var eitthvað, já, einmitt, hann setti út af það að hann væri ekki, þú veist, okkur tekur þið ekki saman og fara að hitta fólk. Já, það var eitthvað rosalegt, sko. Mér finnst það alveg illa vegið Jólandi í þessum seríum, sko. Það var það. Já, Það er svona, já, mér finnst það líka eitt af því svona svaklegasta. já. Hvaða eiginmaður af þeim housewife eiginmönnum sem við höfum séð værið þið mest til í að vera? Ok. Vera að vera með. Bara, Tökum bara beði. ok. Ég væri klárlega mest til að vera með Mauricio. Já, Já. Það er ekki flókið svar, sko. hann er líka myndilegastur. Já, Og það líka bara lukka svo real eitthvað. Já, eða, Þú veist, þau eru actually bara svona, þú sérð bara svona, Já. þetta er bara alveg, og hann er svo Já. þólinmóður. Já, gríns. Já. Af því hún er alltaf eitthvað fríka, skilur. Já. Og bara svona stelpu pappi og Já. bara neinn, ég veit ekki. Já. Já. það lukkar svo góðu gæði, sko. Bara svona toppgaur. Þannig að hérna, allavega klárlega að vera með honum, en vera. Ég veit ekki, Hver er eitthvað skemmtilegast að vera? hverju myndi þið vera? Ég veit það ekki. Ég Ég myndi hugmynd. 100% vera með Mauricio líka. Já, sammála því, sko. En að vera, ég veit það Ég væri samt örgulega til að vera kannski Harry. Já, Hamlin, já. Já. Hann virðist hafa bara frekar fínt svo. Bara eitthvað tjaldækstari. Ógeðslega slakur, bara eitthvað, Já. restur eitthvað á tásanum hana og með þessa, þú veist, þessar skvísur í kringum Já. sig og Já. er bara svona
alltaf eitthvað kópla sig út hann er svo fyndinn það líka bara mjög fyndinn á Instagram hjá Lísu hún er bara að dansa og hann er bara að borða samloku í bakgrunn bara að chillar á lesa morgunblæð ég held ég væri til að vera hann til þess að vera í kringum hana já, ágreins til þess að búa á þessu heimili það er það sko að ég held hann sé mitt bara svona observer hann bara svona situr og það er bara hvað er að skæða nú en svo kippur hann sér ekkert upp líka sambandi þeirra er svo ógeðslega svona það er lukkar heilstift svona, við gerum bara okkar þing skilur, hann fyrir bara upp í fjöllin, hún er bara þarna þau eru bara gett mikla andstæður en samt bara ástæðin góð saman, eða skilur, ég veit ekki mér finnst það mjög fallegt sko allar lukkar hann, þannig að við vitum hvað gerst ég var að fara að tala rumors, nei, bara ég að tala eins og Kim sagði í Hollandi já, þegar hún skvetti þá sagðum við Lísu skilur, ég var að fara að tala með eiginmanni let's talk about the husband alltaf að vita hvað hann var að meina það var eitthvað svona framhjálpssaga nei, var það ekki það að því að hann hélt framhjá fyrrandi konu sinni með Lísu og það var ekki að svona big deal nei, það var Eileen Eileen kynntist manninu sínum já, það var líka aldrei Harry sko Harry var með eitthvað aðra konu á undan klárlega sko þetta var eitthvað brútal dæmi ég held þetta var já, það var eitthvað brútal en að því að Eileen var hann í Hollandi og múðgæðist ekki þá hugsaði, er hún þá vitni í það eða er hún vitni nei, ég er að muna svona cirka 7, það var eitthvað ofbeldi held ég ofbeldi? já, mér minni það ég veit ekki sem fær með randmál með fyrrverandi þá það voru eitthvað hræðilega sögur að ganga Harry, hvernig hann var við fyrrverandi eitthvað eitt atvik eða eitthvað, ég man ekki oh my god, ég veist það ekki ég var bara á fullu bara að googla þetta hvað er málið en það var eitthvað mjög brútal sko shit en þú veist maður veit það er bara bullskilur vonum það en það snappaði Lísa samt sko snappaði en það er alveg til marga kenningar hvað það var sko maður veit aldrei en við erum allar sammála við værum til að vera með Mauricio og vera Harry Hamlin til að búa með Lísurinu það er mjög gaman áttu uppáhaldsseríu þetta er svolítið erfitt það er svolítið erfið spurning fyrir mér líka rennur þetta svolítið saman að það gerir það ég bara eitthvað neginn, ég gæti ekki sagt þér hvaða sería eða skilu, það er líka svo langt sem ég horfði á þessa gömlu þannig að það er svolítið bara svona gömlu og nýju fyrir mér þannig að ég veit það ekki alveg sko mér fannst 10 ógeðslega góð mér fannst hún mjög góð nýju líka alveg mjög góð var það ekki þegar þær fóru til Frakklands í Vínsmökkun sko, nýju, ég sammála þegar Nýs var ekki búin að missa þetta Nýs var svona, var hún ekki nýkomin þá? Jú, það var hún geð skemmtileg þá var hún geð skemmtileg og þær fóru þarna í Vínsmökkun þar sem hún var að leika Teddy hérna að lappa vá, hvað það var ógeðslega fyndið það var bara eins og það væri bara gett mikið pís á þeim það var eins og LVP fór og það bara allir bara eitthvað svona ég held að það sé drama minnsta sería sem ég kom út en samt einhvern veginn geðu skemmtileg já, samt skemmtileg maður þarf ekki allt þetta drama stundum er drama bara svona þreytt maður nennir ekki að sé að rífast maður vill allir sé vinkonur að það geta verið ógeðslega fyndnar saman sko já, nefnilega maður sá það þarna 100% já, season 9 er mjög góð ég sagði líka season 5 en það var þarna þegar ég myndi fara til Amsterdam og þannig já, með Brandy já, þú veist, það var alveg skemmtileg sería en á sama tíma, þú veist, en örgulega bara því hún var það chaotic, þú veist, hún var bara full af drama það var, ég man bara því ég var að binda þetta núna í sumar að, þú veist, eftir eitthvað einu sem þáttur lauk þá var maður bara, oh my god, ég var að fara næsta þú veist, ég gæti bara ekki fyrir að sofa, þetta var svona þannig sería season 9 var aðeins rólegri en vissulega ógeðslega skemmtileg maður var ekki alveg svona eitthvað, ég verð að sjá nei, trú mér fannst nefnilega 8 svolítið erfið, sko, þannig að með þetta hundadrama ég var alveg bara ég er sammála ég bara svona, jæja, herðu er að fara að gerast eitthvað nýtt, ég fara að spóla mér er bara vond að horfa á þetta þetta var bara sorglegt það var orðið landrið og þetta var orðið, þú veist svona, herru, við erum öll komin yfir þetta okkur er þið ekki svo leiðilegt að bara sjá þau líka rífast svona skilja, ég get þetta ekki bara Kyle og Lisa, ég bara, það megi ekki vera svona vondar ykkur aðra, sko nei, þetta var sorglegt þannig að það er erfitt að segja uppbólserja, þú segja 9 já, ég held að en það er svo margar góðar, sko já af þessum milliseríum það eru geggjaðar sko svo náttúrulega bara season 1 skilur sem að dregur þið inn í þetta season 1, 2 einmitt, þegar Kyle og Lisa eru svona prime og alltaf því það eru góðar þá er ég góð herru, svo spurðum við tebóðsgestina eða það eru þeir sem horfa á tebóði hérna spurningar á Instagram bara
svona umræðapunktar sem að þau myndi vilja að við myndum taka fyrir þú veist, hvaða málefni hafa þau verið að velta fyrir sig sem við getum kannski rætt og það var eins sem spurði hvar Adrian núna? Hún Adrian vinkun okkar Var hann ekki bara að spyrja því að við setjum náttúrulega mynd af nýju seríunni og hún kannski bara búin að horfa á fyrstu 2 það getur verið á Netflix Hvað Adrian? Var það skilin við Paul? Já, hún og Paul Hún kom með einhvern yngri manni, ekki? Jú, hún með yngri manni í dag og ég held hún sé bara að vinna í öllum þessum fyrirtækjum sem hún á Já, hún svo mikið boss Algjör boss En hún, ég tjekka eitthvað á Instagram henni, bara daginn samt var eitthvað að tjekka, hún rosa mikið að birta myndir úr fyrstu seríunum Já, það rosa mikið eins og Saknes að lifa á söngurnegin það er pínu þannig, sko þannig að, Hún var óslega mikið svona mamman í hóknum, sko, einhvern veginn Já, hún var óslega svona en svo secretive Já, hún svo secretive Private manneskja bara, skilur það sást alveg Já, alltaf að bjóða þeim í spa og eitthvað heim til sín og eitthvað, gera eitthvað skemmtilegt Já En síðan var eitthvað sem spurði af hverju skildu Adrian og Paul Ég það var nú bara augljóst að þeirra samband var nú ekki bara að fara Alltaf bickering og Ég las eitthvað, hún hafi eitthvað accusaðan assault og hann hafi denyað því og eitthvað en ég veit ekki og svo stóð eitthvað að þau var búin að vera einhverju þerapíu yfir út af þau er náttúrulega 2 börn saman Já, 2 stráka já. En það er einmitt ástæðan í raun og okkur Adrian hættir þarna í þessum serjum er út af drama börnin hennar að þegar Brandy basically segir í þáttunum en hún segir það samt ekki í þáttunum Nei, það var blörrað eða svona tekið út eða svona pípað eða eitthvað en hún segir þú fékkst staðgöngumóður fyrir syniðina þú varst aldrei ólétt og þetta var víst leyndarmál sem var bara á milli Paul og Adrian og Brandy voru vinkonur og þannig kemst Brandy inn í þetta kast upprunalega í gegnum Adrian þannig að eftir að þetta kom út þú veist, já, þú gekkst með staðgöngumóður þá bara einmitt en þess að líka hjálpaði ekki til með Paul og Adrian sko, með þeirra hjónaband Þau voru hræðileg saman, sko Já, mér fannst þau samt stundum svolítið fyndin já, mér líka Já, alveg gaman að horfa á þetta, sko þau voru svo leiðileg og þau þoldi ekki hvort annað og samt svo horfðu þau eitthvað svona á hvort annað og fóru bara að hlæja og veist, það var svo gaman ok, þau eru samt vinir þessu systkini þú veist, þetta var ógeðslega fyndi og Paul líka bara ógeðslega fyndin gæi hann er ógeðslega fyndin hann er með þætti Botch ógeðslega fyndið að sjá að hann var með þetta og hann er búin að eignast nýtt barn í dag og á konu ok Paul Nanseth en að því að einhver spurði hvar er Adrian núna þá þurfti ég að tjekka hvar vinkona okkar Carlton væri bara svona því ég var bara ég er mjög forvitin heyrðu, hún hætti þarna 2014 eftir bara 1 season hún skildi við manni sinn David mun ekki koma eitthvað geðveikt eitthvað ástókin af honum bara eitthvað voða skildu 2016 síðan var Carlton kærð fyrir að hafa ráðist á svona vinnukonuna sína eða svona her maid oh my god, já, hún heyra þessu í desember 2017 Jesus Já, en hún neitaði bara eitthvað fyrir og ég veit ekki alveg hvernig þetta mál fór. Ætla að sé stelpanana sem að það voru ekki eitthvað vinkon, svo skringilega vinkonur. Já, ljósir það. Já. Og þau stundum þrjú ekki alltaf svo saman. Ég held hún hafi verið gett skotin í henni, hún var alltaf að tala hún væri svo falleg. Já. Það var eitthvað, það var svo twisted, Já, það var svo weird. En já, þannig að... Það var bara alltaf einu seria, sko. Já, þetta var bara svona... Housewives. Þetta var bara eitthvað annað, sko. Myndi passa kannski inn í eitthvað annur svæði. Real Housewives og eitthvað annað, ég veit ekki. Svo var spurt uppáhald seríu en við erum alltaf búin að svara því og svo hvað finnst okkur sambandi á milli Kim Richards og Kyle Richards? Það er fucked up sko Það er svona erfitt það er náttúrulega systur og maður er stundum verstur við þá sem eru sér næstir eins og systkin sín maður leyfir sér að segja hluti við systkin sín sem maður myndi ekki segja við einhvern annan en á tímabili var þetta óslega eitra sko Það var bara skrítið. Það var bara mjög skrítið. Já. En mér fannst það samt, sko ég, veist, eins leiðilega og Kyle var stundum við Kim, þá samt,
ég var bara svona, að þurfa að díla við hana. Já, ég vorkenndi henni mjög mikið. Ég vorkenndi henni ógeðslega mikið. Ég bara, veistu það, hún má bara snappa eins og hún vill. Já, að þurfa að díla við svona örugglega ógeðslega erfitt. Bara átakalegt. Greiði bara vorkenndi Kyle svo mikið, sko. Og Kim líka bara vera að einhvern þáttum þegar þið líður svona illa. Þau erst auðvitað veik, skilur við, þú gangi gegnum erfiðleika. Og þú ert einmitt. Líka bara, þú veist, og vera alltaf einhvern veginn á milli, eitthvað svona þurfa að verja hana, en samt bara svona, hún samt smá að skýta. Allir einhvern veginn svona out to get you líka með Kim. Þess að Lísa reyna kemur hana bara og strax byrja að ráðast á Kim og þekkir hana ekki neitt, skilur við. En þú var náttúrulega mjög skrítin við Lísu líka. Þessi bílnum hana. Já, hún var á ykkur, eða þú veist, það leit hann út. Já, og hún segist ekki á neinu og eitthvað. En hérna, já, hvað finnst okkur sambandi? Þetta er bara svona, maður veit að Kyle þykir ógeðslega vænt hana, en þú veist, ég veit ekki, þetta er svo erfitt. Ég held að við bara förum í næstu, sko. Fyrir næstu spurningu, já. En það var svona ógeðslega fyndið þarna þegar það er þarna opnunin á nýja staðnum hennar Lisa Vanderpump og Kim kemur og er eitthvað svona, I'm 3 months late. Já, hún heldur þessi ólétt. Já, og Kyle er bara eitthvað hættu, hún er bara eitthvað stopp, þú ert ekki fyrir eitthvað, hún bara I'm gonna have another baby og þá Kyle eitthvað svona ertu ekki bara að byrja svona menopause bara eitthvað svona hello það er ógeðslega gott aðri elsku svo spurt, hvað fannst okkur Eden úr seríu 7? Vá fannst það ekkert hana? Ég var gleymin henni. Já, nákvæmlega, hún er svona það leiðileg. Hún var samt bara skrítin. Já. Þú veist, hún var bara svona einhver var að tala, kannski 2 og hún sat bara svona og starði og maður var bara svona ætlar hún að joina, hvað er hún að gera maður skilur. Og hún var líka, var það ekki að því hún var eitthvað edrú þá, var það ekki eitthvað þannig, hún var edrú þá var hún alltaf að geta svona eitthvað svona mothering bara hana Kim líka og líka bara alla einhvern veginn og hún vissi sko alveg að Kim var með þessi vandamála því að hún einsinni var svona eitthvað maður var bara svona, hvað minn góður þetta var mjög, ég var bara að gleyma þessari mannskjör sko já, ég er ekki spennt fyrir að fá hana aftur sko nei, ekki svo skrítið, er hún að koma aftur? Nei, ég bara segja, þú veist, ef hún myndi koma aftur var ég ekki spennt fyrir því það er bara skrítið stundum vali hjá þeim bara svona, hvað, þú veist, það er svo mikið af fólki í Beverly Hills okkur að velja einhverja svona gellur hún átti eitthvað geð frægan pappa já, alveg einhver hárstýlisti eða eitthvað, ég veit ekki alveg en hérna, það er oft valið líka út frá því bara Teddy líka Teddy, tónlistamæður síðan voru við spurðar hvað okkur fannst slægin á milli Lísa Rinna og Kim í Hollandi en þú veist, við fórum að síðan að naðan en hérna það var bara brútal sko já, Lísa var náttúrulega bara snappaði Kyle var náttúrulega, Kim var náttúrulega bara að vera með stæla þetta var eitthvað sem hefði alveg getað sleppt ég skil alveg svo vel sko ég tengi smá við Rinnu þarna ég sportríki sko þannig að leið og einhver fer inn á svona ákveði svæði sem þú átt bara ekki að fara á sem er eitthvað svona bara þitt nánasta fólk þá skilja hana smá að vera bara snappa bara herðu, þú fórst á langt hún reyndi að stoppa hana, hún stoppaði ekki og hún bara og líka hún er leikona já, hún er að fara að gera sín hún er að fara að gera sín hún fór greinlega inn á hana en hún var bara svona herðu, ég er ekki að fara að halda aftur af mér fyrir bara all-in, skilju og Kim viss alveg hvað punktun átti í þá 100% hún var alveg að búast við þessum það getur ekki annað verið en að vera búast við þessum viðbröðum hún var reyna að láta hann bara, lítið illa út sko hún vissi hún myndi snappa hann að hún var bara hún byrja líka bara öskra bara, don't you dare talk about my husband og bara skvettur svo brýtu glasið brýtu glasið, það var rosalegt já, bara, Kim eitthvað leipur hann út og Kyle eitthvað vilt veit ekki hvað áttun hann að stígi ég held að systur mínu, en mér fannst hann systur mínu ekki in the right það var alveg ég var að lána með þetta sko þú veist það var skemmtilegt þetta er svona content gaman að horfa okkar sem hefur ekkert með því að gera þessi Hollandsferð sko svakaleg rosaleg hvað er Lisa Vanderpump núna? Ég held að hún sé bara að gera nákvæmlega saman var að gera fyrir utan þáttunum fyrir utan þættina en hún náttúrulega ennþá með bara sína eigin þætti Vanderpump Rules og Vanderpump Dogs hafið þið hort á það? Nei, ekki heldur það var eitthvað að senda okkur á tebúinu skamma okkur fyrir að vera ekki búin að horfa basically og bara eitthvað ef þið fíliði þetta þá bara eru þið hún missing sagði að það out væri betra sko ég trúi ekki neitt þessi ómerkilega þjónar ég nenni ekki að horfa á þetta líka sko þetta kom alltaf svona preview svona inn í þáttunum eitthvað að reyna að auglýsa þættinni ég var bara svona
ég spóla alltaf bara yfir, það er ömulega leðilegt. Ógeðslega asnalegi krakkar. Mér finnst oft líka að koma eitthvað svona frá E-News, eitthvað þessi frá Vanderpump Rules, eitthvað, og ég er svona, okkur er að posta svona mikið af þessu fólki. Já, þetta er víst ótrúlega áhugavert, af því að E-News, þú veist, erum við bara eitthvað, tala alveg mjög mikið þetta fólk, veist, og það var eitthvað skandall daginn að eitthvað úr þessu kasti á að hafa verið með eitthvað rasista komment eða bara eitthvað svona ógeðslega bara fáránlegt, þú veist, og Lísa þurfti að reka eitthvað úr kastinu og þannig er víst bara eitthvað, þetta er alveg heill heimur, hásasöfbjörlega heilsheimur, bara sem fólk er bara alveg into it, sko. Kannski þurfum við að gefa þessu sjans, en ég bara finnst þetta bara svo ógeðslega ómerkilegt. Sunna var ekki á vagninum. Ég var svo pyrruð þegar þetta kom alltaf inn í þáttunum, ég var bara alltaf að grína, hvað ég horfa bara eða tímanum í spól. Það var svo vant, það var svo ógeðslega óþægileg og eitthvað reyna að meika það, ég var bara svona, I can't. Það meðan hitt fólki, þú veist, Housewives, þær eru bara þær. Þetta var svona fólk eitthvað svona, sem kemur til LA, eru að þjóna og svona að reyna að vera aktors í þessum þáttum, kannski fyrsta serían bara svona hræðileg. En já, ég meika það ekki, sko. Nei, það er svona. En ég veit að Lísa Vanderpump er búin að vera náttúrulega í standi í ströngu núna út á COVID. Allir staðnar hann hafa verið lokaðir. Já, shit. En er hún ekki með þetta dog shelter líka? Jú. En þú veist, peninglega séð. Já, peninglega séð, já. Þá er það búið að vera, en það er náttúrulega bara eins og fyrir alla sem eiga veitingastæði í dag. Nákvæmlega. Þú veist, fyrir hún ekki bara að dúlla sér með sönunum og the ponies og eitthvað. Það er að mynda að hlusta í höllinni sinni. Hvað heitir aftur höllin? Já, hún skýrði hana eitthvað. Hvað heit hann? Ég man það ekki. Ég man það ekki. Villa Rosa. Já. Villa Rosa eitthvað. Er það ekki veitingastarfinnar? Næða. Jú. Ég veit, hún er svo marga. Pump, Tom, hún er ekki eitthvað hellinga af einhvern stöðum. Jú. Hvað fannst ykkur það að Dorit hafi gefið Eriku nærbuxur? Alltaf við fórum aðeins í það. Ég er alveg bara farlegt. Hún að segja my opinion. Já, það var fyrstum mitt. Þeir ísli geta sleppt þessu. En var þetta gert svo, er þetta eitthvað storyline í gegnum seasonið? Pottet. En samt þetta hefði alveg geta verið storyline 2 þætti, þetta var allt og lengi. Ég er sammála, sko. Ég er algjörlega. Var Lísa Vanderpump réttilega sár í nýjustu seríunni eða hún var loksins að fá það sem hún átti skilið? Mér finnst svo margir hata hana svo mikið. Það gera það, sko. Ég þóla ekki, sko. Ég er svona hætti því. Og líka Kyle. Það eru ógeðslega margir sem hata Kyle. Og hata Rinnu. Já, ég skil það alveg. Já, ég skil okkur. Það er alveg, hún er erfið típa, sérstaklega þegar hún er að byrja líka. Já. En ég elskar hennu. Ég líka bara, hún er bara í meistari, sko. Ég elskar hana. Já, svo auðvitað með fyrirgefinni. Já. Að því hún er líka alltaf bara eitthvað, leið hann er búin að segja eitthvað, er hún bara, Akkur sagði þetta? Já. Fuck. Já. Að því hún er svo ógeðslega opin og hún er bara, og svo er einhver að segja við henni bara, mér finnst þetta ekki cool, þetta var ekki, þú ættir ekki að segja þetta, gera þetta, þú veist, I felt offended eða eitthvað, hún er bara, já, veist, ég skilði bara mjög vel. Já, ég er bara sammála, sorry. Hún bara ekki, ég hef ekki að segja það. Já. Hvað stjörnumerkir hún? Hún er please að tjekka það fyrir mig. Báfrið til að vita stjörnumerkin hjá öllum, sko. Ég held við þurfum að fara eitthvað í þetta. Lísa Rinna er krabbi. What? Hún er minnsti krabbi sem ég veit Vá, það er interesting. Samt, þeir eru mjög emotional, sko. Þeir eru mjög emotional. Já, hún er samt, þú veist, þeir eru ekki svona skapst, eða þú veist, þeir eru ekki svona confront, eða svona, hvað segir maður? Nei, þeir eru rosa mikið svona vilja að teipta og allir séu góðir og... Hún gerir það líka alveg. Jú, hún er líka alveg stirring the motherfucking pot, sko. Vá, hvað ég væri til að tjekka á, þannig að tjekka á hérna, hvað heitir hún? Tjekka á Kyle. Kyle? Já. Kyle er Virgo eða eitthvað, sko. Eitthvað svona... Capricorn. Hvað það eftir íslensk? Stengit. Já, what? Ok, já, mér finnst það alveg svona. Ég held það. Jú, það er ekki. Mér finnst það alveg svona passa. En Lísa? Lísa Vanderpump? Oh my god. Hún er Virgo. Hún er Virgo. Já, það make a sense. Er ekki Meja? Jú. Já, það make a sense. Ég sé alveg Meyjuna í Vanderpump. Hún vil hafa svona allt svona... Tip-top. Já. Og eru bara in for a fight, sko. Já. Erika? Já. Já. Tjekka á henni. Hún er líka krabbi. Það? Vá, hvað ég bara... Ég er sjokkið við því. Já, mér finnst bara allas... En Dorit. Bara make a sense. Já. Dorit Kemsley. Hún er krabbi. What? Stopp. Ég er sjokkið.
Ég sko líka því að þú veist, eini ég þekki nokkra. Denise, sorry. Já. Denise, já. Denise. En já, þetta er mjög... Þetta er áhugavert. Hún er Vasperi. Denise Richards. Oh my god. Og það er engin annað sportdreki eða svona eitt að svona fæsti, nöyt eða hrútur eða eitthvað svona, það er ekkert sem eru talið með vera svona fæsti spes. Vá, þetta kom á óvart. Já. Ég verð að viðurkenna það. Já, það er mjög fyndið hvað þessi, þú veist, hvað pælið mikið í stjörnumerkjum. Já. Hafið tjekkað hvað þið eru í, þú veist, tungli og rísandi. Já, vorum að tjekka því daginn, hann ég er búin að gleyma hvað ég var. Ég er rísandi Scorpio og tungl-tvíburi, held ég. Fyndið, sko, að því þú ert ljón og ég er sportdreki og ég er í tungli ljón. Að það? Jep. Oh my god. Og svo er ég rísandi Meyja. Já, ok. En ég fór líka, það var eitthvað svona, ég var á námskeið hjá Reykjavík Ritual og það var svona mini-rýtingar sem allir voru eitthvað, þú veist, og hún bara les hvað þú ert, skilur í þessu, segir, þú veist hvað það er. Og einmitt var eitthvað svona, já, eitthvað sportdreki ljón. Vá, ok, bara þú er karakter. Bara hérna, sko. Þannig ég bara, já, ég tek því. Já. Þessi Meyjunar líka alveg svakalega, sko. Já, ég er að segja, það var bara svona, hún nefndi þetta allt þrennt og var bara eitthvað, vá. Já, þetta er sterk merki. Já, mjög, sko. Mjög sterk. Já. Það er tunglrísandi og svo náttúrulega bara þitt merki. Já, þú veist, sól er bara það sem þú ert. Það sem þú ert, já. Og svo tunglið og svo rísandi. Ok, en hver er þá munurinn á tunglinu og rísandi? Þú veist, þetta er einhvern veginn karakterinn þinn í öðrum emotional og þessu. Já, tunglið séu tilfinningalega. Ok. Já. Man ekki alveg hvernig. Og hvað varst í tunglið eftir þú? Ljón. Sem þið eru átt svona mjög stórar og mikla tilfinningar. Ljónur eru mjög dramatísk, sko. Mjög dramatísk. En þú veist, ef ég er glöð þá er ég bara mjög glöð. Já. En hérna, sama. Já. En þú, hvað varst þú í tungli? Sorry, sportdreki. Tvíburi. Og já, sportdreki rísandi. Ertu rísandi sportdreki? Já. Ég man ekki. Er ekki að sjá þetta Snapchat? Jú. Já, geðvikt random. Þú ert svona að vita, sko, klukkan hvað þú ert fætt. Já, hún er búin að gera það. Ég er búin að gera það en bara búin að gleyma þessu. En er þetta ekki meira accurate á einhverjum þetta er bara nákvæmlega rétt, sko. Síðum heldum, eða? Já, þetta er ekki stygt. Hvað er þetta bara? Þú stillir inn tíman sem að þú fæðist og allt, sko. Inn á Snapchat, já. Hvaða fítus er það inn á Snapchat? Það er bara eitthvað nýtt, sko. Þetta er auðvitað bara tengt einhverju heimasíðu. Já. Ok, vá, en finn, ég bara nota Snapchat svo ótrúlega lítið. Já. Ég hef ekki notað það bara. Nei. Þú veist, nefnum einhverjum svona vinkonugrúppur kannski. Já, það er eina svona pínu, ég kíkja svona 2-3 í viku. Já, ég er alveg þar líka andrins. Hérna, ég er í tungli-ljón. Það er emotions, já. Það er ég. Og rísandi í krabba. Ok. What? Ertu emotional, Birta? Nei. Nefnilega ekki, hún er bara cold svona. Já, ég er bara, what is that? Já. Ok. Nema í babyshownum mínum daginn. Já. Það var ég bara En svo ég var líka bara, hvað er að mér? Hún var bara, þetta er ekki ég, þetta er barnið. Hormónar. Ég lofa, ég grenni ekki svona oft. En ég held að þetta sé mitt misjafn, þú veist, hvað samsetning það er, nákvæmlega. Sko. En ég er kannski ekki með eitthvað, ég er ekki tilfinninga, þú veist, nei, ég er ekki svona eitthvað tilfinninga vera, en ég er mjög skapstór, það er kannski ljónið þar. Já. Hérna, ég veit ekki. Já, getur verið. En hérna... Þannig að já, en var Lísa Vanderpump var hún réttilega sár í nýjastu seríu eða var hún loksins að fá það sem hún átti skilið? Mér finnst hún ekki vera réttilega sár en mér finnst hún ekki heldur vera að fá eitthvað sem hún á skilið. Mér fannst það gott á hana. Já, ég held að pínu blowing her cover, sko. Já. Mér fannst það mjög gott á hana. Það er fyrsta skipti sem einhver segir, bara, herðu, ég er bara hérna með text message. Já, og ég þori að, þú veist, konfronta þig. Já, og mér fannst það smá svona gott, sko. Já, kannski. En, þú veist, hún gerði náttúrulega allt. Og, hún var svo mikið, örugglega, hvað var hún Meyja, var það ekki? Nei, krabbi. Krabbi. Nei, veitu, hvað var hún? Jú, var það ekki? Var hún ekki Virgo? Hvað, hverju verið svona? Ok, við þurfum að... Hún Meyja. Já, vorum að tala. Ég er að segja, og hún hefur viljað hafa allt tipptopp og hún er sko ekki að fara að láta einhver segja sér að hún sé hún að fokka eitthvað upp, sko. Það er bara ekki séns. Frekar bara fer hún út úr þessu og það er með að bara eiga sig, skilja. Vonandi kemur hún bara tilbaka og hættir að gera eitthvað svona.
og bara læra þið á þessu hún var aldrei eftir að gera Nei, hún aldrei komið tilbaka hún fór í svona lie detector skilji, Já. þetta var bara hver ætlaði að stoppa hræðilegt, það var hræðilegt þetta var skelfilegt það var svo vond sko hún fór líka tvisvar já, einmitt hún Ég fór kannski ekki- fyrst já, veist, ég hefði ekki viljað sjá hana fara en þú veist, Nei. þetta mér finnst það alveg gott þetta var alveg hræðilegt sko já, ég þekki nokkra meir sem eru svona sko já, það já, það þú veist sem eru bara svona það er ekki séns að þú getur samfært þegar þau hafa gert eitthvað rátt bara ekki séns og ég á eina vinkonu sem ég man eftir alveg, hún er bara alls ekki þannig sko. nei, svo þarf það ekki vera en ég þekki bara svona version af svona manneski sem bara, þú veist ég geti verið bara eitthvað svona, hérna er þú veist, hérna er það sem þú gerðir og hérna er þarna það var bara, nei Veistu ykkur samt, haldið þið samt ekki að segjum að svona þáttur væri gerður með einhverjum stelpum eða konum frá okkar kynslóð það myndi vera eitthvað svo allt öðruvísi held ég út af því að þú veist eins og til dæmis eins og núna ég sem bara fullorðin kona ég er ekki alveg svo gömul en þú veist þú veist, ég held að ef þú veist, segjum að Sunneva ætti bara eitthvað vandamál með mig, skilur, og hún myndi bara koma að ræða það og ég myndi bara hlusta á hana og þú veist, ég færi ekki að skvetta einhverju glasi, skilji, þú veist, fattu ekki hvað við ég held að myndi fara eitthvað einn allt öðru þessi fram maður vonar það ég veit ekki, ég held mér finnst það við vera meira, þú veist, aware of bara svona allt, bara tilfinningalega og vandamál hjá öllum og þannig og segjum að við séum ósamála, þá myndi ég samt alltaf bara bera virðingu fyrir hvernig þér líður og skilji 100% ég held að ég en það er kannski bara þinn karakter svo er kannski fólk sem að getur ekki setið við borð og vita bara eitthvað og þessi sagði þetta manni minn þú veist, bara getur ekki tekið reyndar, því þú veist, eru bara eitthvað svona að styrlast innan þetta er bara taka samsetningu fólki sem passar ekki saman já, þetta er basically það, bara rétta samsetningin er raun ranga og hérna, einmitt, sem býr til þetta greinlega mikið að kröppum, það er ekki góð samsetning þegar margir eru sama merki, þá ertu bara já, ég er bara sjokki með það ég held að krabbi væri bara mestu ljúlingar bara í heiminu ég finnst það nefnilega, þannig ég er eitthvað svona eitthvað, meikar engan sens en ok en samt, sko, ég veit ekki mamma mín er krabbi, sko, hún er alveg fæsti sko. já, það er þetta mamma mín líka kannski er það öðruvísi, ég veit ekki kannski er öðruvísi með kallmenn í krabba versus konur, ég veit ekki ég var fullt af vinkonum í krabba, sko já, er það festi? nei það er bara alls og Gunni, sko já, Gunni kannski kynnslóðunars já eldri kynslóðin kannski eldri kynslóðin, svo nýja kynslóðin kannski er hún ekki eins kannski ekki við vorum bara að tala tunglir fór fór yfir fólkana svo bara mikið spurt hvort að við höldum að LVP hafi gert þetta já, það er bara líka alltaf borðinu, sko með ef hvað hún brást við þá bara hún gaf þetta upp það var svo fór hræðilegt, þessi mikla vörn og maður bara en slakað líka á bara, þú veist, hún hætti í þáttunum og hætti að tala við eina bestu vinkonum sínum af hverju gat hún ekki verið bara eitthvað herri, minnst leðalt þú skulir halda að ég hafi gert þetta en þú veist, þú hefur bara rétt á þinni skoðun, skilur og bara búið bless stundum er skoðun ekki þegar það er fakt þú veist, það er bara fakt að þetta liggur á borðinu ég veit það, og það er svo erfitt að vera bara að chilla mannesku bara, já, segjum að þú var Lísa og ég var í Kyle og verður bara hún að sættast ég væri bara samt bara ég veit þú gerði þetta ég ætla ekki að fara að viðurkenna þetta auðvitað en Kyle gaf henni alveg upp og hún var alveg svona þú getur bara viðurkennt þetta og þá er þetta búið en það myndi bara eyðilega mannorðið annars sko, myndi viðurkenna þetta ég veit ekki, eða hún var aldrei að fara að viðurkenna þetta þess að við svo fyndi að Kyle hafi alltaf verið svona ít á hann henni langaði svo mikið að geta bjarga sambandinu reyndar hún var bara, þú verður viðurkennda annars getur ekki vinkona hvernig á hún að horfa í andlitið á henni þú sér bara að ljúga þú sér bara til facts fyrir fram að þetta var svakalegt interesting svo spurt álit okkar af því sem gerðast milli Adrian og Brandi sem sagt þarna hún hafi sagt í rauninu opinberlega að það væri það gengið með stangungum bara ekki hennar til að segja sko. þannig er þetta að taka yfir líf sko, fjagra manneski það eru 2 strákar sem áttu ekkit endilega að vita þetta Adrian og Paul og þú bara tekur þér bestleifi að vera bara ég ætla bara að skila þessu sko. mér fannst Brandín alltaf bara alveg alveg kúkú það er það og svo vorum við með spurðar hvort við myndum vilja fá hana aftur í main cast Brandín, nei, hún er fín bara svona inn á milli, maður svona what hvað Brandi að gera ég er ekki til í hana í main sko. eins og þegar hún fekk hana þegar hún kom á Zoom reunionið núna í nýjastu seríu
og það var, hvað var það þá eða eitthvað svona, nei, í einhverju seríu þegar Lisa segir bara, are we giving her a platform to speak? Já. Bara, erum við í alvörinu að gera þetta? Já. Hún ætla að fokkaði Lisa aftur líka upp. Já, með það Fredrik eitthvað. Nei, hvað hét hann? Já, hann gæinn sem að bjó heima. Já, man ekki hvað það málið? Ég man það ekki. Ég man ekki alveg hvað gerist á milli þeirra. Já, ég man það svona. Já, ég veit hvað er að tala um. Það var eitthvað Þú manst ekki hvað hann hét. Hvað heitir hann? Nei, man ekki heldur. Fredrik eitthvað. Cedric. Já, Cedric. Cedric er ekki nafnaldi, sko. Nei. Ég var að segja Fredrik. Hvað er gangi? Eitthvað. Cedric, já. Já, það var svona eitthvað meira en það, eða ekki? Það var eitthvað meira, sko. Ég er bara búin að glemma hvað það var. Ég man ekki heldur. Sló hann í Hollandi og... Já, hún man bara alltaf meira, sko. Það var alltaf eitthvað. Nei, ég man hvað það var. Kom til mín. Var það ekki með fucking tímaritið Maurizio og framhjáhaldið? Já, hún var að reyna expósa Lísu. Já, Brendi segir, þú sagðir mér að taka með tímaritin þar sem headline var að Maurizio var að halda fram í Kyle. Já. Og Lísa bara, nei. Hún gerði það svo mikið, sko. Shit. Svo erum við spurðar, hvað finnst okkur það sem að gerast hjá Eriku í dag? Það var svo erfitt, sko. En við veitum ekki þetta. Nei, hvað veit maður? Já. En hann náttúrulega bara, sko, ef að ásakannar sem eru á honum eru sannar, þá er það bara ógeðslegt. Já, rosalega alvarlegt, sko. Já. Að þau hafi tekið, að hann hafi tekið pening frá, þú veist, þeim sem áttu aðstandum þeirra sem lentu í Boeing-slysinu og þú veist, úr heilu flugslýsi að hann hafi tekið pening fyrir sig sjálfan þar. Það er bara viðbjóðslegt. Já. Það er svo rosalegt, sko. En maður líka horfir á hann mann, hann bara mest svona krúti. Mesti krúti. Já, og svo maður bara finnst ykkur samt ekki, svo fyrst þegar hún kom inn í seríuna, þá var maður eitthvað svona guð minn góður, bara hún var að vinna á Hooters og kynntist þessum 30-40 ára eldri manni, skilur bara hversu típist, skilur maður stimplaði þetta strax, sko. Ég var bara, og líka bara þegar hann kom og eitthvað maður var bara, nei, stopp svo bara eftir seríunum, þá fannst mér þið bara ekki krútlegt. Það var það sem pirraði mér svo mikið við hennar skilna, því ég var bara, I'm rooting for you. Þú veist, búin að samanleika í 20 og eitthvað ár, sko. Þú veist, þau voru mjög lengi saman. Lengst að bara mörgum af þessum konum. Algjörlega, ekki lengur en LVP og Nei. Og Ken, en vissulega, en það var einmitt það sem pirraði mig svo mikið, því að ég var svona, ég er búin að vera, þú veist, basically standa bak við ykkur sem eitthvað, nei, hún er ekki með honum fyrir peningan, nei, hún er ekki með honum, skilur. En ég efast hún hafi verið með honum fyrir það. Nei, skilur. Ég trúi ekki, sko. En maður vill ekki sjá þetta enda. Nei. Og svo þetta núna, þú veist, og hún að blanda inn í að séu framhjáhalds ásakanir og þetta er bara svo messy og hún heitir vissulega The Pretty Mess á Instagram. Heldur betur. En það er spurning hvort þetta sé allt í takt við karakterinn. En þetta er náttúrulega það sem margir eru líka að pointa át núna, þú veist, hún er með lag sem heitir eitthvað svona, hvað er það ekki, eitthvað I Love to be Rich eða eitthvað, þú veist, læginar. Þetta tónlistöndar eru bara eitthvað annað fyndin, sko. Já, veist, hún er bara eitthvað að syngjum, bara eitthvað svona, ég elska að vera rík og núna er fólk svona, já, með peningunum sem hún tókst frá Boeing. Einmitt hjálp. Þetta er allt mjög vont, sko. Ég var alltaf pælt í mjög vont. Af hverju er hann svona ógeðslega ríkur sem lögfræðingur? Var hann ekki bara gett stór? Jú, hann er bara eitthvað, hún er bara ríkust, sko. Já, fyrir utan Lísu. Já, hún alltaf flýgur eins og ég veit ekki. Já, það er alltaf bara hennar private plane og bara staffið sem hún er með sér. Vá. Hún er bara með heilt krú. Já. Hann er bara að borga, þú veist, allar svo túra og allt sem hún er að fara með tónlistina áður. Hún var svona stór sem tónlistakona. Já. Hann kom aldrei að horfa á hana í Chicago. Þegar hún var að sína það í New York. Mér fannst það svo flott hjá henni, hún hefði fengið það hlutverk. Það var alveg stór, eða skilur fyrir hana. Ó, það er leiðilegt. Umlegt, en þá var þetta víst eitthvað eski. Já, meinar. Það meika kannski alveg sams. Já. Svo var síðasta bara, okkar take á Brandi og Denise, sváðu þær saman. Já. Já, ekki. Trúið við þá Brandi? En þannig að Brandi getur þannig bara að bytta öllu, en sko, þú veist,
með að við viðbröðum þetta nýs. Já, það það sem gaf þetta í burtu. Þú veist, þetta var svona bara, þegar hún bara eitthvað, so did you do it? Þú veist, örugglega Rinna, mín kona sem að hendi í þessa spurningu, minni mig. Já. Bara, I mean, did you sleep with her? Bara hérna, hún bara, no. Alveg bara þessi, skilur og maður var bara, nei, gafst ekki verið bara eitthvað, það er meira leitbæk eða logi betur af því hún var náttúrulega bara á kameru skilur þannig að ég var bara þú veist það náði henni svo off guard einhvern veginn, hún bjóst ekki við þessu spurningu held ég þetta var bara, nei hún var bara í sjokki, hún bara nei en samt sko, þær vildi bara fá skilur, af því að þær held að það gefa gerst af því hún talaði í seríunni fyrir undan þá var hún svo allt henni manneskja hún ætlaði svona að reyna clean her record í þessari seríu og þegar hún talaði að hún voru í opnu sambandi og þú veist, hún talaði mjög opinskátt kynlíf og þú veist, hann hefði fengið happy ending og eitthvað líka með að hún mætti vera með öðrum konum og eitthvað hún talaði ekki það nei, ég held að það hefði bara verið þú veist, að ganga sko. það gekk bara, það sem Brandi sagði sko það var, ég myndi að það var líka í hinn í seríunni sko. Hún sagði það aldrei, hún talaði bara happy ending þú veist, hún hefði leift það mér fannst hún geggjuð þeirri seríu sko mér fannst það ógeðslega fyndið og þú veist, ég var bara eitthvað svona þú veist, cool skilur og eitthvað, þú veist hún var bara eitthvað svo chilluð ég eitthvað svona, ok, hún alveg fín en svo einmitt var hún að reyna svo mikið og eitthvað svona, ekki verið að tala þetta nálægt börnunum eitthvað og bara svona, heyrðu, þú ert í þessum þáttum þegar horfa bara á þetta og líka hversu oft hefur þetta verið bara annars staðar skilur, og hversu oft segir hún eitthvað en mér fannst þær samt gera ógeðslega mikið mál úr þessu oh my god, má hún þá ekki bara vera eitthvað prude í friði, skilur má hún þá ekki bara, þú veist, vera með einhver mörk samt í kringum börnin sín þá og ykkur finnst það kannski smá svona pirrandi og búið, eða skilur það tók sér allir bara eins og að vera þær voru svo vondar mömmur eða eitthvað, skilur að tala svona í kringum börn og eitthvað eins og dætur hún og Lísa Rinnur og bara, já, ég lærði því að hérna, úr bókinni á mömmu minni þess vegna var Lísa bara svona we'll take it and we'll run with it bara svona, hún fær ekki að sleppa þessu en ég held alveg 100% að gerðist eitthvað á milli Brandi og Denise með við hvernig Denise brást við og líka veist, að senda þær allar cease and desist letter að þú veist að hún ætlaði að kæra þær allar eða myndi tala þetta aftur í þáttunum hún reyndi að kæra þættina það bara svona rosalegt sko en hún hefði alltaf getað tekið karti bara í þessu fyrstu spurningu þegar Lísa reyndi að spyrja hana hún hefði alltaf getað verið bara Lísa, Brandi bara, hún hefði alltaf getað tekið bara hana bara heyrðu, þú ert að spyrja spurningur á Brandi Glenville hún hefði alltaf getað tekið þetta púla á þetta en mér finnst það samt í rauninni bara ekkert koma við fyrir utan það getum við byrjað þar mér fannst sko þegar þær sögðu þetta fyrir framan alla á kameru sem náttúrulega mjög þú veist shady þá var ég bara Brandi var búin að því þú veist, hvað kemur það þeim við hverjum hún að sofa hjá eða þú veist hún er náttúrulega gift kona skilur þær eru bara pæli því öruglega en samt, kemur það samt ekki við en mér finnst það ekki eiga rétt á því að spurja hana og hún á rétt á að segja líka bara að kemur ykkur ekki við það var það sem að ég skildi ekki okkur hún gerði ekki, hún var alltaf bara nei og bara eitthvað svona, þú veist ég nenni ekki að tala þetta, þú veist, nei en hún var aldrei eitthvað svona, herðu, it's none of your business bara eitthvað ef þið trúið mér ekki spyrja mig aftur, skilju ekki eitthvað Brandi þetta og lilililil bara hér, maður var bara hlað með eitthvað plott ég hefði allavega bara stoppað þér sko það finnst þetta alltaf illa vegið sko og finna var sko, Rinna var eiginlega verst hún var það hún líka því að Rinna var svo góð vinkona Denise hún kemur sko held inn í þættinu út af Rinnu og það eru svo góð vinkonur þannig að það var svo sorglegt að sjá hún í rauninni stingan í bakið og vera bara eitthvað hún bara öskra eitthvað yfir borðið bara eitthvað, Denise, you gotta own it ég bara, nei gæti hún ekki bara tala við hann ekkert það hittist í lönns off camera og hún var eitthvað, Rinna mín var eitthvað skrítin hann í þessari seríu því svo var hún hágrátandi þarna daginn eftir þegar hún var að segja hún hefði verið vond vinkona og eitthvað já, guð, ég þarf að fara í kirkju ég þarf að fara í kirkju Rinna, kirkja er ekki að gera skít fyrir þig en já svo tók hún að klukkutíma að verða aftur eitthvað leðileg ég sko elskar hana bara ég líka hún er svo fyndin og það er svo margir sem hata hana maður er bara nei ég hefði haldið að hún væri Gemini sko fáránlegt sko eitthvað mjög ég þarf eitthvað að rannsaka meikar ekki sens sko
Það er ljúa. Já. Elskar hvað við erum búin að tókum smá stjörnumerkja törna. Það er alltaf skemmtilegt að blanda því inn í. Alltaf. En þetta var svona, megin punktarnir. Alright. En það veit ég eitt hvað við búin að tala saman lengi. Nei. Ekki heldur. Ég hugmynd, sko. Ekki hugmynd. Ég eitthvað svona... Ég bara veit ekki. Nei. En allavega fyrir þá sem hafa ekki séð Real Housewives, að þá Það mælum við að horfa. augljóslega mæli. Þetta er ekki spurning. Við erum alltaf að hitta sína bara til að tala um þetta. Og, Vákast sem skrítið að hlusta á þetta, þú ert ekki búin að horfa á þetta. Já, en kannski færði þá áhuga að kíkja á þetta þá. Þú ætti eftir að vera bara eitthvað, Hvað ok, ég verð. Já. Skilur. Það er svo mikið að nöfnum og mann ennir ekki að útskýra. Nei. En það er úrslega gaman að horfa á þetta líka því að þú veist, þetta er allt fólk sem þú basically þekkir úr einhverju öðru. Já, það er svo svolítið gaman. þannig. Já. Þú veist, svo Denise Richards sem við erum búin að tala um, hún var gift þarna Charlie Sheen. Charlie Sheen og Sko, Denise Richards er líka bara Denise Richards Já. ein og sér. Nákvæmlega. frutan það. Sko, ég man eftir henni bara þegar ég var lítil, sko. bara Hún var gyðja, bara sko. bondgelan, sko, bara Háránlega falleg. Svo falleg, sko. hann að Og Brandy Glenville, hún, þú veist, maður þekkir hann ekkert en sumir þekkja mannin sem hún var gift sem ég man ekki henni sem hún heitir Lisa Vanderpump, hún er bara svolítið svona hún kemur ekki neinum Hollywood fjölskyldum, sko. Ég vissi ekki hvernig hún var fyrir en ég byrja að horfa, sko. Nei, einmitt, en svo er það Rinna sem er leikona líka og Kim Richards og Kyle Richards sem eru systurnar og Kathy Hilton. Eileen er líka í hérna Days of Our Lives. Já, jú. Sem ég held að væri bara búin til sería í Friends. Ha? Já. Það? Ég held að því að hann búin í lék í mörg já, ár. hann lék í Days of Our Lives, Joey. Já. Þá held ég að vera bara, þú veist, þau hefur búið til Sápópera, alveg svo Bold and the Beautiful. Já, I know now, en ég var bara eitthvað býtu, já Ég vil að sko. en ég hef ekki hugmynd, sko en en svo er fullt af flottum nýjum í dag sem maður er ekki alveg búin að kynnast Já. sem voru í Garcelle. seríu, já, Garcelle og þannig, en ég er spennt að kynnast þeim aðeins betur. Já. Mér fekk ekkert að kynast Garcelle út af bara dramanum með Denise. Mér fannst þú samt svolítið flott. Nei, svona allt take hjá henni. Já. Fannst þú svolítið svona interesting. Já, ég held að hún kom inn Spennt að sjá meira. Já, ég er mjög spennt að sjá meira. Þetta var Hún var líka spennandi. svo heilstift eitthvað. Já. Já. Hún var eitthvað svona, ég á ekki alla þessa pinninga og Já. þú veist, það var eitthvað svona fresh air, Já. Já. True. breath of fresh air. Herri, já, Herðið Ástrós, takk fyrir að komuna. Já, bara takk fyrir að hafa mig. svo kannski fáið þið bara eftir að season 11 byrjar Já, Já. eða vá. endar til þess að recapa seríuna. Það væri eitthvað, sko. Jú. Ég er mjög til í það. It's a plan. Hljóma þig.